Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann og þið finnið mig bæði á Instagram og Facebook undir því nafni. Ég er með eitt klár sem ég ætla að sýna og það er peysa sem ég byrjaði á fyrir 2 eða 3 ára síðan úr íslenska lópanum, hesturlópanum og hún er hérna. Ég á reyndar eftir að setja rennilásin í hana, en að öðru leyti er hún tilbúin og þetta er heljarisverkefni þar sem að ég tók alltaf spotta og batt þá saman með töfrahnút. Þannig að ég var ekki að ganga frá endunum, ég hefði aldrei nefnt að gera þessa peysu þannig að því hér eru kannski 2-3 spottar í hverju umferð. Ég hefði aldrei nefnt að ganga frá þetta mörgum endum eða splæsa þá saman. Þannig að ég ákvað að prófa þennan hnút og vonandi bara að hann haldist. Það á eftir að koma í ljós. Ég prjónaði hana í hring, prjónaði hana sem heila peysu og svo fór ég að hugsa að ég á aldrei eftir að nota þessa peysu ef hún er heil. Hún er allt of hlý fyrir mig. Þannig að ég ákvað bara að opna hana. Og ég er búin að finna hérna rennilás sem ég á sem að passar, held ég nokkurn veginn. Þannig að ég á bara eftir að setja rennilásin. Þetta verður ágætis bara svona eins og jakki. Ég hafði ákveðið núna fyrir jól að ég ætlaði að klára peysur sem að ég væri byrjuð á. Ég er með nokkrar hérna svona hálfkláraðar. Og þessi var ein af þeim og ég byrjaði á þessar og kláraði að prjóna hana núna fyrir jólin. En svo tók ég upp á því að veikjast og lá alveg frá annan í jólum og er eiginlega bara nýstaðin upp. Og engin orka, lítið hægt að gera, gat eiginlega ekkert tala, þá fór ég í hóstakast og svona. Þannig að það var ekki fyrir núna sem ég get farið að taka upp. Þannig að ég geti talað að einhverju ráði. En Gunnlaug getur nú ekki setið bara með hendur skauti. Þannig að ég var að reyna að finna út hvað ég geti gert og svona dunda mig við. Og þá fann ég eitt og það er að ég hafði þæft engla núna einhvern tímann í nóvember eða desember. Svona stærri engla heldur en það sem ég er venjulegast að gera og ég fór að sauma út og mér fannst þetta meiri háttar að geta setið bara og tekið einn engil, kíkt hérna í gatnið mitt, spottana mína, ákveðið hvaða spor ég ætlaði að setja í þennan engil og hvaða liti. Ég held að séu bara engir 2 englar eins. Hérna nota ég aðeins perlur, klóspor, nema kannski eins og í þessum að þá, eins og þar sem ég notaði hérna klósporið, að þá gerði ég það kannski í svona fleiri litum. Þess að sjá hérna munin á þeim. Ég er ekki búin að setja höfuð á alla. Ég er svona að vinna í því að þæfa kúlurnar. Og ætla að setja þá höfuðin á núna en mér datt í huga svona aðeins að sýna ykkur svona mismunandi. Þetta var mjög gaman að gera og nota svolítið sporin sem ég nota þegar ég er að vinna í Crazy Quilt. Þar sem að Crazy Quilt er þar sem að maður saumar búta saman og sauma svo út í þá eins og til dæmis, ég sýni ykkur hérna eitt, eins og hérna, að þá er sauma sem sagt í öll litarskil eða efnisskil. Mjög skemmtilegt að vinna það, en mér finnst þetta svo meiri háttar að geta setið bara í sófanum og spáð og spökuð að hvaða gatn á ég að nota, hvaða útsumspor á ég að nota og svona dunda mig við þetta. Svo við sjáum að
geta nota hérna flækjurnar. Það var skemmtilegt. Fyrir jólin þá var ég að sauma hérna poka, svona verkefnapoka, tók svolítið hérna rassi í því. Þannig þetta er bara svona litlir pokar, dregnir saman og þá var ég að nota til dæmis útsaum sem ég átti. Þetta var eitthvað gamalt útsaumur sem ég fékk frá einhverjum sem var hérna, sem ég setti þetta í sem miðju á pokanum. Þetta fannst mér mjög skemmtilegt að gera og ekki verra þegar maður getur nýtt efnin sín. Svo þegar ég fór svona aðeins að geta gert eitthvað meira, hafa smá meiri orku heldur en ég hafði þarna milli jól og nýjárs, að þá ákvað ég að setjast aðeins við saumavélina og reyna að klára eitthvað svona af hálfgerðum hlutum og þá til dæmis kláraði ég að setja höldur á þessa tösku. Þetta er útsaumur sem ég gerði hérna fyrir lifandis löngu síðan. Ég hafði ekki verið bara 20 eða eitthvað. Og ég hafði þetta í ég hafði þetta í púða hérna einu sinni. Tók það svo úr púðanum og ákvað að setja þetta í tösku. Þannig að nú er hún búin að fá höldur hérna. Og þetta er svona með rennilás, eða sérst vasa hérna með rennilás. Svo var þessi, ég áreindar eftir að finna höldur fyrir þessa turu. En þetta er sem ég saumaði sjálf núna bara í fyrra eða eitthvað og þá fór ég bara að leika mér með svona, þá átti ég svona útsaumsgarn sem fylgir í barnapakningum, svona krosssaums og ég notaði það og bara saumaði hist og her. Já, ég dottið svolítið í það að reyna að vinna mig út úr efnunum og eins og ég hef örugglega talað áður að þá á ég alveg dágóðan slatta af ýmiss konar efnum og nú ákvað ég að fara að gera að því mér fannst þetta mjög skemmtilegt. Mér finnst svo gaman að gera þessa poka hérna, þannig ég ákvað bara að fara að gera fleiri og þetta er bara eitthvað sem ég ætla þá að selja eða gefa seinna mér. Og þá tók ég til dæmis eins og hérna, þá ég ætla svona að sýna ykkur hérna nokkra og þá tók ég svona einhverja litasettringar úr efnum. Þannig að þessi verður svona og bara með heilt bak. Gerði nokkra hérna, sérst, ég á eftir að klára þá, en ég er búin að gera sérst ytra byrðið og þau eru núna svolítið mismunandi stærðum. Þetta var sérst úr þessum blágrænu litum, svo ákvað ég að taka hérna svona svart og gera þannig. Og ég held að þið sjáu þetta á einhverju liti allavega. Já, ég á sem sagt þessi efni sem ég hef verið að nota í hérna þessa poka, að þetta eru efni sem ég hef svona sjankað að mér í gegnum tíðina og litaskipti í plastpoka og hef notað þetta svona í Crazy Quilt verkefni. En þar sem ég get ekki verið að geyma allt þetta, eins og sumt af þessu geymi ég niður í skóla, ég hef bara ekki pláss fyrir þetta hérna heima, að þá ákvað ég, nú ætlum ég bara að fara að vinna úr þessu, ekki alltaf að geyma þetta og bíða eftir einhverju svaka
hugljómun að fara að vinna eitthvað. En ég ákvað bara að vinna á þessu og leika mér með efni og efnisbúta og liti og allt þetta. Svona í gegnum tíðina hef ég verið að prófa ýmsar aðferðir og gert svona sýnishorn eða svona prufur og geymt þær. Og ég fór yfir þann kassa sem var með öllum þessum prufum og sýnishornum, henti heilmiklu af því, ég sagði bara ég geymi þetta ekki lengur, en tók svona nokkra hluti svona til hliðar, ég get nú kannski nota þetta í eitthvað. Og ég settist svo í gær og fór að við saumaðina og fór að sauma, þannig að eins og til dæmis þetta hérna. Hér hafði ég prófað svona pappírsaum og þá getur maður sauma svo litla búta saman og ég skellti bara gallaefni í kring. Svo veit ég ekkert hvað ég ætla að gera úr þessu, en þetta allavega komið svona eitthvað smá í farveg. Þetta annað líka, svona pappírsaum. Svo hafði ég verið að leika mér að sauma út, einhvern tíma þegar mér vantaði verkefni eða eitthvað, og þá gerði ég þetta. Þannig að ég setti gallaefni í kringum það, líka þetta hérna og þetta. Þetta var svolítið skemmtilegt að sauma bara út fleti og saumaði svo svartar línur í litaskilin. Ég fann meira, ég á alveg nóg eins og þið vitið. Ég fann fullt af einhverjum hlutum sem bíða þess að fá gallaefni eða einhvers konar efni í kringum sig. Þetta crazy quilt bútur. Svona. Ég saumaði ekkert út í þennan, þannig að það er spurning hvort ég geri það eða hvort ég leyfi hann bara að vera svona. Hérna svona crazy quilt sem ég var búin að sauma út í. Svo fór ég að gera bara svona renninga þar sem ég lék mér með liti. Hérna eru fljúgandi gæsir eins og þeir heita. Þetta munstur heitir það. Og svo á ég þetta er allt sem ég ætla að fara að nota núna að setja í einhverja törur eða poka eða eitthvað. Allavega, ég ætla að hætta að geyma þetta svona í kassanum. Þetta er svona með puff litum sem ég þrykkti á. Þetta er líka með þrykk á svona ullarefni. Hér er líka þrykk. Þetta gerði ég ég var að þrykkja þetta þegar ég var á Skals árið. Svo eru þessi bútar sem ég gerði í fyrra, þar sem ég var að leika með svona í útsem. Ég ætla að gera eitthvað úr þessu. Og svo er ég með þetta er frjáls útsaumur, vélsaumur. Og þetta gerði ég þegar ég var á Skals, þá tók ég smá námskeið í því, það er svona æfingu. Og ég sagði, ég ætla að gera eitthvað úr þessu líka. Þannig að það verður einhver tuðrað eða eitthvað með pöttu á. Það er kannski óvar einhverjum yfir þessu öllu sem ég er að sýna núna, en ég er bara þannig að ef ég fæ áhuga á einhverju eða kemst í stuð, að þá finnst mér svo gaman að gera marga hluti í einu. Þannig ég er ekkert að vinna einhvern einn hlut, heldur er ég að gera marga, eins og eins og í þessum bókum. Þá bara fer ég á flug og held áfram og áfram og áfram. Svona í gegnum tíðina hef ég alltaf gert eitthvað og selt. Þegar kona þarf að vera alltaf að gera eitthvað í höndunum, að þá er ekki hægt að fylla heimilið
og heimili fjölskyldunar, stórfjölskyldunar af hlutum. Þannig að ég hef oftast gert eitthvað og sett það í sölu og fengið þannig þá líka bara smá auka pening og svona og vera svona vasast í hinn og þessu. Ekki bara prjóna, ekki bara sauma út, þetta vera að gera svona alls konar hluti og ég með fullt af hugmyndum sem ég áttur að nýta. En ég með viðtal núna. Ég fékk Láru Magneu Jónsdóttur í heimsókn til mín núna fyrir jólin og hún kom sem sagt með útsaumspakningarnar sem hún hefur gert og hún er að segja okkur frá svona hvernig þetta kom til, af hverju hún fór að gera þessar pakningar og svona, já, alls konar upplýsingar það. Hún er með fyrirtæki sem heitir saumakassin.is og þar er hægt að sjá þau verkefni sem hún hefur unnið og er að selja. Hún er að selja líka bara sínar pakningar, eða sitt, já. En líka hefur hún verið í samstarfi við Heimilisiðnaðarfélagið að búa til saumapakningar og ég keypti í fyrra held ég hjá henni og það er búið að sauma það. Það var pakningin sem ég bað tengdamömmu að sauma fyrir mig og núna er hún komin með sem sagt sína hönnun og ég var svo hrifin af þessu hérna. Þannig að ég bað þetta í jólagjöf og fékk, já, ég hlakka til að sauma þetta. Mér finnst þetta alveg meira hattar. En allavega hún segir okkur bara betur frá þessu verkefni og segir bara góða skemmtun. Hingað er komin Lára Magnea Jónsdóttir í smá viðtal með púðana sína, krossuminn, og ég ætla svona að byrja því að spyrja hvernig, já, hvað kom til að þú fórst að gera þetta? Hvað er þetta? Já, hvað er þetta? Þetta semst eru útsaumspakningar, það sem er allt í pakkanum, strammi og nál og munstur og garn og maður þarf að sauma það sjálfur, þessa púða. Já. Og þá saumar í rauninni bara sem sagt útsauminn, sem sagt það er það sem fylgir, það fylgir aldrei efnið með, Nei. að það alltaf vill enginn hafa þetta eins og litinn. Og ástæði fyrir því að þetta var til, það er sem sagt sýning sem er upp í Árbæjarsafni núna og verður alveg töluvert lengi áfram. Karlínu vefara sem var Karlína Guðmundsdóttir, hún var vefari og var með stórt fyrirtæki. Vestur í bæ var það ekki? Á Sólgötunni, og mjög margir sem eru yfir miðjan aldur sem mun eftir henni. Já. Og hún var mjög merkileg kona. Hún óf til dæmis allan ullarjafa sem var notaður í öllum skólum á landinu bara miðja síðustu öld. Muna mjög margir eftir þessum ullarjafa sem er náttúrulega í öllum veggteppum, næstum því öllum veggteppum sem voru saumuð út. Og Árbæjarsafn og Heimilisiðnaðarfélagið standa að þessari sýningu saman. Hún var svona, eins og kallar þetta svona entreprenör. Hún var náttúrulega rak þessa stóru vefstofu og óf líka gluggatjöld og áklæði og það eru ennþá gluggatjöld upp í á Gljúfrasteini. Já, frá henni og hún var með fullt af konum í vinnu og bara stór business og bara rosa dugleg kona. En síðan er ákveðið núna að halda sýningu upp í Árbæjarsafni hana og hennar vefstofu. Og ég var fengin til þess að hanna söluvöru í tengslum við sýninguna. Og ástæðan fyrir því að það var talað við mig, ástæðan var svo að Margrét Valdimar sem var formaður í Heimilisiðnaðarfélagi, hún náttúrulega vissi það að ég er búin að vera í þessum útsaumsbransa og þessum útsaumspakningabransa í rauninni bara síðan 1994 sko. Já. Svo 1994 kannski. Þá í rauninni gerði ég mína fyrstu pakningu. Já. En þetta náttúrulega bara fór mjög hægt og hljótt og En allavega hún vissi af þessu. Hún vissi af þessu og þannig að ég var búin að
rauninni vinna mér mikla undirbúningsvinnu og vissi bara nákvæmlega hvað ég var að fara út í. Og ég tók þetta að mér og svo er þetta svo skemmtilegt. Þetta átti að verða kannski svona 4-6 pakningar, en það urðu 18. Það eru komnar 18 núna. Það eru komnar 18. Já. En sem þú hefur verið að bæta við, sko, þetta var ekki 18 í byrjun, eða hvað? Það urðu 18, þessi samningur sem ég gerði við Heimilisinnafélagið og Borgarsögusafn, það endaði 18 pakningar. Já, ok. Og bara ofsalega skemmtilegt verkefni og náttúrulega bara mín ástríða og það var rosalega margt sem kom upp í ferlinu sem maður þurfti að leysa og það er sko miklu meira en einfalt að rauninni koma svona vöru á markað. Svo margir hnútar sem þarf að... Rosalega margir. En þetta leystist allt mjög vel og útlitið á þessum pakningum er náttúrulega hannaði rauninni af sko grafískum hönnuði sýningarinnar í Börbæðarsafni, en það var ég sem ákvað að þetta væri í kössum. Náttúrulega mitt rauninni fyrirtæki saumakassinn, gefur augaleið að allt þarf að vera í kössum. Og mikil áhersla lögð á að allt sé endurnýtanlegt. Kassinn, hann er ómerktur, þannig þarf að nota hann aftur og líka bara á meðan maður sauma, þá er þetta bara svona verkfærakassi. Já. En eins og þú opnar einn og sýnir hvað er í. Já. Í pakkanum það eru leiðbeiningar og svona smá saga um Karolínu, hvað þetta snýst allt saman og það er aftan á líka og allt þetta samstarf og allt það. Og síðan er munstrið og það voru langar og mikla samningaviðræður varðandi það hvort þetta ætti að vera A3 eða A4 og ég var alltaf stóð föst á því að þetta ætti að vera A3 og munstrið þurfti að vera stórt og skýrt þannig að vera auðvitað að fara eftir því. Af því að ég náttúrulega með reynslu, 15 ára reynslu að vinna í hannyrðaverslun, þá veit ég það fyrsta sem konur gera þegar að kaupa sér útsendspakningu er að fara út á næstu ljósveitunarstofu og stækka. Það þarf ekki í þessu tilfelli. Og svo náttúrulega garnið og hjá Heimilisinnafélaginu eru sjálfboðaliðar og þær telja þessa spotta og hnýta sem er alveg gríðarleg vinna. Og þetta er sem sagt, hérna eru bara litirnir og merktir bara á númerum, þannig að þú ferð ekkert í grafgötur með það hvaða... Nei, þetta er bara mjög... Og það er númerið þetta ast svona... Og svo er stramminn og nálinn, þannig að það er allt í kassanum þannig að þú getur klárað þetta verkefni. Og þeir eru alveg tilbúin, það er bara tilklipptir spottarnir. Tilklipptir spottarnir, þannig að það þarf ekkert að klippa eða gera. Og svo náttúrulega var draumurinn að vera með íslenskt efni í þessu öllu saman, þetta var allt saman íslenskt frá A til Ö, en mjög fljótlega kom það í ljós að það var ekki hægt. Þannig að við bara ákváðum að bara pæla ekkert meira í því, það bara er ekki hægt. Það er ekkert fyrirtæki í Íslandi sem getur litað alltaf eins eða verið með svona mikið litaúrval. Ullarjafinn náttúrulega fæst ekki lengur í heiminum, enginn sem vefur hann og það myndi kosta, það er kona á Íslandi sem vefur ullarjafa en það myndi kosta ca. 10.000 krónur bara ullarjafinn í hverja pakningu og það bara segir sér sjálft að fyrir fjöldaframleiðslu er það ekki hægt. Og þannig að það er ýmislegt sem að ýmsir þröskuldar sem þetta fara yfir. En þetta var rosalega skemmtilegt verkefni og eins og ég segi, ég var alltaf byrjuð á þessu áður og er núna líka er að halda áfram með mína eigin pakningar. Og það er allt saman inn á saumakassin.is. Og þessi til dæmis, þetta er ekki Karolína, þetta er mitt eigið. En ég byggi alltaf á gamlum íslenskum munstrum og hef alltaf gert það. Og unnið með menningararfinn okkar. Er þetta svona eins og í riddarateppinu eða eitthvað svoleiðis? Þetta er byggt á því, þessi hringur er þar og þessi fuglar en annað er sett í nýtt samhengi. Og þessi hringur er ekki bara í riddarateppinu, það er svo fjölmörgu öðru. Af því að náttúrulega þessi sjónablöð sem kölluð voru, þessi munsturblöð sem gengur milli bæja, hver kona gerði bara munstrið að sínu. Og það var ekki hlaupið út í búð að kaupa gagn, eftir einhver litanúmerum, þá bara var notað það sem til var. En munstrin,
eitthvað af þessu eru gömul munstur, eða Sko þetta, allt sem er í þessum Karolínupakningum, það eru munstur frá vefstofu Karolínu. Hún seldi, frá vefstofu, já. Því hún seldi útsömspakninga. Eða tók til í rauninni fyrir hvern og einn kúnna. En þetta er allt saman frá henni og ég var henni fengin til þess að endur hanna hennar munstur, velja nýtt efni, nýtt gagn og nýja liti og færa svona til nútímans. Þannig að þú veist, munstri sjálft er hennar og svo bara hvernig þú litasettringar og allt þetta. Já, og það er í rauninni, sko, hugsunin er alltaf svo og var alltaf allan tíman að færa þetta til nútímans. Þannig að þetta myndi henta þá nútíma mannesku. Það færi bara vel í hendi, þú veist, það væri auðvelt að sauma. Ekki of stórt. Ekki of stórt og ekki of mikið verkefni. Þetta þurfti að vera yfirstíganlegt. Og enda hefur það komið á daginn að þetta er alveg gríðarlega vinsælt. Það ekki? Jú. Frábært. Og hér er náttúrulega, ég er náttúrulega búin að sauma öll þessi 18 munstur og mörg þeirra oftar en einu sinni oftar en tvisvar. Af því að maður þarf að sauma þetta allt í gegn til þess að athuga hvort að litirnir kom ekki örugglega rétt út og það hefur oft komið fyrir, þú veist, kom oft fyrir í ferlinu að spretta einum lit út af því ég breytti honum eitthvað aðeins En þetta er í rauninni, nokkur munstur, stundum eru þau þau sömu eins og þetta er sama munstur, það er sikkvaru litasamsetningunni og síðan er þetta þá líka, líka úr þeirri seríu. Já, akkurat. En þetta kemur sko, heildar, þú veist, er öðruvísi út af litunum. Út af litunum, og líka, þú veist, bakgrunnunum og því öllu. Og það gjörbreytir útkominni hvaða lit maður velur á bakvið. Þessi hérna er númer 78, þannig að í rauninni, það fer hluti ágóðanum til samtakanum 78. Þannig að þetta eru regnboga litirnir. Og hérna, þar breytti ég munstrinu aðeins inn í miðjunni bara til þess að þetta, yrði svona meiri regnboga fylgur. Og setti í svona skæran og fallegan lit. Og ég hef líka sett þetta upp í grátt. Það er alltaf líka bara mjög milt og pent. Og svo eins og ég segi sko, fyrir svona útsömsnörda sko. Þetta, hérna nú erum við komin að þessum pakningum sem að saumakassin er að gera sjálfur. Það er allt saman inn á þessari heimasíðu sem er hérna saumakassin.is. Þessi hérna sló náttúrulega alveg í gegn hérna á handverkahönnun. Já, þú varst nefnilega núna með bás þar. Já, með heimilsinnafélaginu. Þar sem við vorum að kynna Karolínu. Og endilega sko allir að fara á sýninguna upp í Árbæjarsafni. Þeir í Kornhúsinu. Já, einmitt. Ég hef hérna farið á, mjög skemmtilegt. Þetta var svo merkileg kona. Og náttúrulega það var aldrei fjallað þessar konur. Þessar konur voru bara í einhverju handafinu. En náttúrulega bara rak stórfyrirtæki. En þú ert þurft að gera þá þetta? Já, þessi náttúrulega er alveg hönnuð af mér. Þetta er ekki stórval. Þetta er ekki stórval, nei. En það dettur öllum hann strax í hug vegna þess að þessi mynd af svörtu fjalli með hvítum toppi er einhvern veginn bara búið að hlutgefa það. Skemmtilegt. Þetta er bara fjall sem dóttir minn teiknaði. En þetta er ekkert eitthvað, þetta er ekki herðubreið. Nei, en pakningin heitir herðubreið bara til að halda þessum brandar áfram. Og þú veist, ég teiknaði alltaf þessar klömbrur og allt það, skiljum við. En nei, þetta er tiltölulega bara mjög ólíkt herðubreið. Já. En það er þessi vísan. Já, þessi vísan. En svo eins og þessi hérna. Já, hnúturinn. Já. Ég veit þegar ég sá þetta hérna, ég sá þetta hjá þér á handverkahönnun, kom og kíkti. Og þá alveg, ég gerði svona munstur í barnaskóla. Akkúrat. Þá saumaði ég eitthvað svona. Já. Og svo er svo gaman að því að það er svo margar eldri konur, eins og við, sem að tengja við þetta munstur og við þekkjum þetta strax, þetta er bara hnúturinn, valhnúturinn. Hvað segirðu, valhnútur? Valhnútur, eða bara hnútur, og margar eldri konur sem að fussa og sveigja og það þarf ekki að vera þetta er einhverja pakningu. En yngri kynslóðin þekkir þetta ekki og það er það sem er markmiðið mitt, það er að koma svo til yngri kynslóðarinnar, fá þau til að kveikja þessa tengingu við Svo gaman að sjá þú veist svona, hvað skiptir máli litirnir. Hvaða línur verða ábyrgandi og allt þetta sko. Akkúrat. Þessi er nú tiltölulega eins og einhver sem ég sá einhver tíman á einhverju byggðasafni. En ég ætla að litsetja þetta bara eftir mínu hefði sko.
Og svo margir eru einmitt svona með miðju og svo Já, það er Karolína. Það er Karolína. Er þetta þá þú? Þetta er ég, já. Okay. Þetta er munstur úr sjónabókinni. Já. Sem ég náttúrulega bara útfæri á minn hátt og set mína liti og ákveðstærð og allt þetta. Og ég skýri mínar pakningar bara kvennafnum. Þetta er Glódís hérna. Þetta er til dæmis Margrét. Okay. Já, vinkona mín, dóttir mín. Þetta er bara, fyrst. Já. Og svo er svo gaman líka að segja frá því að í öllu þessu ferli, þá mann er alltaf sagt að ganga frá köttunum áður maður byrjar. Já. Og hérna nota ég bara límband, þetta er bara málningalímband eða pappislímband, þetta er umhverfisvænt. Jafinn eða hvað er það, stramminn. Þetta er stramminn, já. Hann er svo harður að þú ert alltaf að flækja garninu. Maður rífur garnið sem sagt. Þannig að þá er betra að loka spjöðrunum. Já. Og líka fyrir svona nörda eins og okkur, þá finnst manni límbandið pínu svona ósmart. Þannig að skábönd. Að þræða skábönd, það er voða smart. Og ef maður fer til útlanda þá kaupir maður svona smart skábönd til þess að þræða. Svo náttúrulega bara sprettir maður því af og notar það aftur. Þetta hefði mér ekki dottið í hug. Nei, en þetta er fyrir okkur nördana. Það er svo gaman að byrja á því bara að hafa þetta fallegt og svo setjum maður niður litina. Og ég á eftir að ákveða hvaða munstur fari í þetta. Tilbúin bara þannig og svo. Þetta hér er þessi hérna sem er númer 78. Já. Og þú sér bara hvað hann breytist. Já, þau er búið að setja hann upp. Þau er búið að setja hann í svona skæran lit. Já. Og eins með þennan hér. Þessi er komin hérna. Já, þetta er alveg sömu litir. Já. Þannig er náttúrulega að reyna að hafa svolítið svona gamaldags. Já. En hann er líka bara mjög fallegur í hör. Já. Eins og þessi hér. Þannig að þetta er, en ég semst líka margir náttúrulega að sjá hugsa með sér að þeir geta aldrei gert þetta því þeir geta ekki saumað utan. Já. En við leystum það náttúrulega bara upp í Heimilsiðnaðarfélagi, þannig ég kenni bara námskeiði og kenni fólki að gera þetta. Já, okay. Það er náttúrulega margir sem að ef þeir detti í þetta þá saumaði nokkra. Já. Og þá bara ágætt að geta gert þetta sjálfur. Já, einmitt. Og þarna ertu, þá setur þú rennilás. Já. Svona falin rennilás hérna. Já, rennilás hérna á bakinu og... Já, það er annað eins og hérna er falin og hérna er svona legg eða... Já. Þetta kemur til bara því að þetta er bara tilbúið púðaverð sem ég kaupi í IKEA eða H&M Home eða eitthvað. Klippið það bara upp á hliðunum og nota efnið og sníða upp á nýtt. Þannig að það er eiginlega ódýrara heldur en að kaupa efnið rennilás. Já. Kjörlega. Sneri. Og mér finnst það gaman og gott að gefa einmitt bara öll þessi ráð. Já. Það já, þetta er náttúrulega svo mikil ástríða hjá mér allir þessi útsaumur og... Ég keypti eina pakningu hjá þér. Já. Bara þegar þetta var að byrja held ég. Já. Og það sem ég er alltaf að gera svona 100 hluti í einu. Að þá fékk ég tengda maður mig til að sauma þetta fyrir mig. Jæja. Þannig að vantaði verkefni. Já, með verktaka ég sé. Já, ég með verktaka. Nei, þannig að vantaði verkefni og svona þú veist. Og þannig ég bara, hvernig væri að þú bara gerðir þetta? Og hún gerði það. Já. Og ég á eftir að setja hann upp. En svo hef ég alltaf verið að spá í þess að mér langaði að kaupa fleiri. Þá er að fara inn á saumakassin.is. Þá er að fara inn á saumakassin, eins og þessi hérna ný og eða gera hérna hnútinn aftur. Já, akkurat. Þetta er, hnúturinn er mjög gott munstur til dæmis til að byrja á. Já. Ef þú hefur ekki saumað lengi, eða ert bara að byrja, af því það er svona mikið svona beinum línum. Já, einmitt. Og svo hafa líka margir spurt mig, af hverju ekki nota gamla krossauminn í þetta, eins og ég hef náttúrulega unnið mjög mikið með gamla krossauminn, en það er bara það sama, það er svo fáir sem að treysta sér í hann. Já, einmitt. Þannig að það er ekki hægt að dempa því á fólk svona. Nei. En myndirðu kannski gera einhverjar svoleiðis pakningar? Já, ég hugsa það. Já. Það komi að því. Já. En þú getur líka alveg saumað þetta með gamla krossauminn. Það er alveg nóg gadd til þess. Það er alveg nóg gadd, já. Það er eiginlega mýta að það þurfi eitthvað miklu meiri gadd í það. Ég er að hugsa bara eins og það sem ég gerði, það var stærra stykki, Já. Og bara grófar í jafnvel. Já, það er náttúrulega það sem hún var með, Karolína. Já. Hún notaði náttúrulega hennan ullarjafa og hann var töluvert grófari. Já. Og oft var hún að nota góbelín. Já. En góbelín er náttúrulega svona flatsaumur sem
kannski ekki allir á það heldur við í dag. Nei. Og það er oft flókið líka að telja en það farið stundum yfir 3 þræði og það er svona, þú veist, hér þarftu bara að hitta í götin. Það er pælingin, eins og segi, í þessari hönnun alveg frá A til Ö, þetta er svo auðvelt. Það komi ekkert sem að, þú veist, ekkert á óvart og ekkert óyfirstíðilegt. En svo er ég líka pælinu, af því að ég byrjaði á mínu, að þú veist, að í leiðbeiningum þá stendur að það er að byrja í miðjunni. Já. Ég vil alltaf byrja hérna, efst upp í horni. Já, sko það sem ég að meina með að byrja í miðjunni, þú þarft að telja frá miðjunni. Þannig að ef þú ætlar að byrja upp í horninu, þá þarft að telja hvað mörg spor hingað og hingað og reikna þig þá út hingað, þá mátt alveg byrja hér. Já, akkurat. Ég ger það alltaf sko eins og hérna, bara niður í skóla, þegar þeir eru að gera krossum. Og þá finn ég alltaf miðjuna og ég fer alltaf upp í horn, þú veist, til og þú veist, og hjálpa þeim þannig að byrja. Það er mest þægilegra. En það er svo misjafnt sko, ég byrjaði en ég ákvað að gera samt núna, eftir þér. Ok, þetta eru leiðbyrgarnar og þú veist þannig ég byrjaði hérna miðjunni. Svo, jæja, mín hérna, þú mátt klára. En svo, þú veist, þá maður byrja í miðjunni, þá getur maður leitað hérna upp í hornið og ég vinn mér yfirleitt frá þessu horni og svona þennan hring einhvern veginn. Og svo veist mér auðveldast að byrja hérna meginn, svo maður sem minnst í hendinni. Þú veist, þannig að það krumpar því saman. Þannig að það sé ekki eins þykkt sem það hefst að halda. Já, það er alls konar sem að fólk. Ég veit að það er svo mikið af góðum ráðum. Já, algjörlega. Já, einmitt þetta, þú veist, að taka þú veist einn lit og fara þá lengra með hann. Eins langt og maður kemst á þess að lendi í vandræðum. Svo er bakhliðin, ef við talum bakhliðin. Já, tölum við bakhliðina. Það var svo margar sem kíktu á bakhliðina. Er það ekki? Jú. Þarna á handverk og hönnun. Já. Svona lítur sérst falleg bakhlið út. Ég ætla aðeins að setja þetta nær. Já. Og það sérst galdurinn er að fara aldrei með spottan svona yfir eitthvað, þú veist. Nei. Bæði það fara ekki yfir hérna og að ganga frá honum í sama lit. Í sama lit, eins og hægt er. Já. Aftur, niður í skóla, þá hérna, ég held þessi, 9. bekkur, stelpur voru að byrja núna í krossum og fundið sér einhverja jólamyndir og svona. Og svo kík ég, þú veist, var eitthvað svona að skoða hjá þeim og skoðaði aftan á. Og það var svolítið svona kraðak, sko. Þetta hefði nú aldrei verið samþykkt hérna í gamla daga. Hvað meinar þú? Ég fór að segja frá þessu og það er alveg. Hæ? Af hverju? Já. Og ganga frá endanum af hverju? Þú veist, og sama lit og eitthvað, þú veist. Ég segi það var bara, það átti að vera hægt að horfa á réttuna og rönguna og þú ættir ekki að vera að segja, ljót rang, en þú veist. Já, einmitt, akkurat. En þetta er bara óvart, skilur, þú veist, ef maður bara er mikið að, þú veist, ef maður er alltaf stöðugt að vinna við sama hluti, þá er það alltaf betra og betra, sko. Já, og svo eins og útseimur sem að ég fékk úr Stórhöfða, sem eru 100 ára gamalt sumir, eða 50 eða eitthvað, að þá, ef að þið hefðið horft semst á fyrir þætti, að þá er það í púðum og þetta voru svo upplitað að það bara sáist ekki litir. Þannig ég sneri svo við og það sést ekki að þetta sé ranga. Það sést ekki að það sé búið að ganga frá endum og eitthvað svona. Það er alveg ótrúlegt. Ég hef einmitt ráðlagt mörgum að gera þetta, snúa við. Og vinkona minn eins sem er nú handavinnukennari líka, eins og þú, hún einmitt var að gera svona pennaverki úr röngunni úr ónýtum stilum, sko. Og það nefnilega kemur líka, þú veist, þá svona kemur öðruvísi líf í þetta, þú veist, þetta er, að þegar maður er svo vanur að náttúrulega sjá réttuna. Það er eins og byrja ég ætla að sjá, ná í hérna. Nú er konan farið, ná í þetta. Af því að, það er þetta, hérna. Einmitt. Þetta er nú það eina sem ég notaði, ég hef notað svona rönguna. Já, akkurat. En og mér finnst þetta koma ótrúlega skemmtilega út. Þarna er ekkert verið að passa upp á að það sé sami litur í sama, þú veist, eða neitt svoleiðis. En svo gerði ég þessa buddu og var flott og nú get ég farið að nota hana og ég er vasi úr leðurjakka og eitthvað svoleiðis. Ég setti ónýtan rennilás í þetta. Og ég ætlaði alltaf að setja nýjan og ég hef ekki nett í. Nei. Og ég bara,
Já, en allavega, það verður ekkert Þú gæti notað þetta bara sko sem hérna kannski bara sett blómapott ofan í þetta. Já. Þú veist, hérna, maður þarf alltaf að finna hlutum með nýtt hlutverk sko. Já. Gæti gert það. Ég er nú búin að vera heklu utan blómapotta, ég gæti bara að fara að sauma utan á það líka. Já. Hugmynd. Já, hugmynd. Alltaf hugmyndir. Ég sem sagt mæli með að þið kíkið á saumakassin.is og hérna, það er hægt að panta þar. Já, panta þar og hérna fá bara sent heim eða koma að sækja til mín bara heim. Já. Þetta er náttúrulega bara svona fyrirtæki sem er bara heima í stofu eins og hjá fleiri. En hérna, já, en sko að sitja og sauma út, það er svo mikið núvitund. Þetta er svo, ég segi bara heilandi. Það er það og þú veist, talandi um jóga og möndrur og allt svoleiðis, þú veist, þegar maður er alltaf að telja, þú veist, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, þetta er bara möndrur. Og maður þarf ekkert að kunna nema að telja upp á 10 í mesta lagi. Og bara, já, maður er algjörlega bara hér og nú, bara með sjálfum sér. Þetta er rosalega fallegt hjá þér og bara takk fyrir að gera þetta. Þetta, hérna, bara verður ykkur öllum á góðu. Já, eins og segir að þetta er vinsælt og þá er, þú veist, þetta er komið til að vera og hérna. Og þetta er, þú veist, þetta er íslenskt, þetta er allt íslenskt. Alltaf akkurat að fara að segja það, þú veist, allt íslenskt. Já, þetta er okkar menningararfur, þetta er okkar munstur, þó þau séu upprunnin í Miðausturlöndum upphaflega skilurðu, þá er þau búin að þróast hér og verða að einhverju sérstöku og einstöku, en þú veist, það er alltaf samt mjög auðvelt að sjá, þú veist, þessi sömu munstur í sænskum útsón hefur séð mikið. Já. Og náttúrulega bara eitthvað svona sem svipar til. Já, þú veist, það er náttúrulega ekkert einstakt undir sólinni, skilur, það eru hérna. En þetta er okkar menningararfur og við erum endilega að halda honum á lofti. Já, algjörlega. En Lára Magnea, takk kærlega fyrir að tala við mig og sýna okkur. Ég gæti að tala hérna margar klukkutíma viðbót, en já, þetta er eitthvað alveg ágætt. Já, þú bara kemur aftur eitthvað tíma með einhverju önnur verkefni. Já, akkurat, já. Bara frábært. Takk. Já, það var mjög gaman að fá Láru Magneu í heimsókn og fróðlegt að heyra frá þessu verkefni, bæði samstarfsverkefninu við Heimilisinnæðafélagið og eins líka sjá það sem hún er að gera svo sjálf. En ég keypti, ég keypti ekki, heldur bað ég í jólagjöf og fékk þessa pakningu hérna. Ég er ekki byrjuð að sauma það út, en vonandi bara fljótlega fer ég að dunda við það. Í seinasta þætti þá talaði ég að ég ætlaði að segja ykkur og segja frá sýningunum sem ég fór á í London, núna í október, The Knitting and Stitching Show, en ég hef ekki gert það. Ég er búin að setja hérna, það er hérna í poka, góssið sem ég keypti, hérna, og ég hef ekki byrjað að nota það, því að nota neitt af því sem að ég keypti þarna, því að ég vildi fyrst sýna ykkur hlutina, en vonandi kemst ég í það bara bráðlega að segja og sýna frá. Svo er annar póki hérna líka og hann er með verkefnum sem að ég vann á Skalls. Og ég fór svona hérna heimilið og týndi í þennan póka alls konar hluti sem að ég hafði gert, eins og til dæmis hérna er spjaldefnaður. Það er útsaumur og það er vefnaður og það er keramikk, eitthvað smá prjón, það var nú ekki mikið og svona. En ég ætlaði að segja ykkur svolítið frá dvölinni þar. En það er stoppað af því að ég á myndir frá þessum tíma en þær eru bara í gömlu tölvunni. Og ég þarf að fá aðstoð við að ná þeim myndum úr gömlu tölvunni og svo ég geti notað þær, svo ég geti sýnt ykkur þær. En þetta er svona verkefni sem að ég vonandi fer að vinna úr. Af því að þessi pókar tveir eru búin að liggja hérna á gólfinu hjá mér núna bara í nokkra mánuði tilbúnir til þess að vera talað í einhverju þættinum.
Þannig að það er svona. Og svo er ég að fara að hafa samband við fleiri að koma í viðtal til mín. Oftast fæ ég nú góð viðbrögð og konur eru alveg tilbúin að koma. En það er alltaf svona ein og ein sem að er ekki alveg tilbúin. Þetta er kannski svolítið öðruvísi að sitja svona og vera að taka upp og svo er þetta sett á YouTube og svona, þannig að kannski er ekkert allir alveg tilbúinir í það. En ég held að ég segi þetta þá bara gott í dag og við sjáumst eftir hálfa mánuð. Takk fyrir að horfa.